Ein af helstu skorðunum sem þessi fyrirtæki hafa verið að skoða þegar þeir eru að velja staðsendingar fyrir gagnaver hvort sé orka á staðnum. Og þá pælir maður hvar ætlar að stinga þér í samband þegar þú ert út í game. Einmitt, mjög löng snúra. Já, bara ógeðslega lang snúra og það er bara hvernig þið ætla að gera það. Nei, helsti orkugjafinn sem er í boði þarna úti er sólarorka. Algjörlega. Til dæmis er sólarorka að minnst ákvæmst 5 eða 10 sinnum ódýrari út í game. Það er að segja, ef þú ert með sama sólarpanel út í game, þá getur hann verið að fá 5 sinnum meiri orku heldur en ef sami sólarpanel væri á jörðinni. Það er orkutap í gegnum andrúmsloftið og svo eru nætur á jörðinni og svo eru líka ský. Allt þetta minnkar hagkvæmni að hafa sólaraflögur. Ef þú kemur nefnilega gervihnöttum í slíkan sporbaug jörðina að hann fer nánast aldrei í skugga jarðarinnar að þá ertu með sólarorku konstantly. Algjörlega. Orkukostnaður er búin að falla fyrir sólaraflögur og með kostnaðan að senda hluti game sem er að falla. Þannig að á einhverjum tímapunkti gæti make sense.